Já, ég býð ykkur velkomin hingað í stefnumót í hádeginu. Þetta eru 3 samverur og við erum komin á samveru með 2. Síðast vorum við að fjalla að treysta fjölskylduböndin. Og yfirskrift þessa stefnumóts allra þessar 3 samveru fjölskylda mín og aðrir fylgifiskar. Og hingað í dag erum við búin að fá Valdimar Þór Svavarsson og hann ætlar að halda áfram að fjalla þetta þema fjölskylduna í stóra samhenginu og undir yfirskriftinni hægt að elska alla. Spennandi viðfangsefni. Já, sannarlega. En Valdimar Þór ráðgjafi og hann með MS í stjórnun og stefnumótun og hann BS í félagsráðgjöf og með menntun líka í meðvirkni og áfallafræðum og hefur starfað við ráðgjöf og námskeið hjá fyrirtækjum og stofnunum og fyrir einstaklinga. Og starfa nú sem framkvæmdastjóri Samhjálpar, það ekki rétt? Hárrétt. En við skulum bara vinda okkur í þetta og ekki hafa lengri formála þessu. Einmitt. Hægt að elska alla? Elska náttúrulega svolítið stórt orð. Já. Og það má kannski segja inn í þetta tengist svolítið tvöfaldarkærleiksboðorðið að elska Guð og náungan eins og sjálfan sig. Akkurat. Hljómar mjög einfalt í orði. Já. En síðan kemur elskað inn í þetta og hún er mjög víðfeðm og getur táknað svo margt og kannski aðeins að byrja á því að fara yfir það. Já, ég held að sé ágætt maður tekur oft eftir því að það er ákveðin svona við höfum mjög ólíka upplifun af því hvað að elska. Það fer eftir hver maður það fer eftir menningunni sem við lifum í og það fer eftir hvað við erum að tala og maður verður eiginlega staldrað eins við þar. Hvað erum við að tala af því að ég geti sagt til dæmis ég elska mat, góðan mat, ég elska súkkulaði, en það er samt allt öðruvísi tilfinning og upplifun heldur en hvernig ég, til dæmis þegar ég hugsa trúna mína sem dæmi. Ég alveg elska trúna mína og það er samt líka öðruvísi tilfinning heldur en til dæmis hvernig ég elska börnin mín. Og svo á ég eiginkonu og það er líka öðruvísi tilfinning gagnvart börnunum mínum, ástin þar og svo ástin í sambandinu, parsambandi. Þannig að, og ég held að það sé alveg ótt að segja að það er svolítið búið að Amerikavæða þetta hugtak ást og allar myndir sem við horfum á, öll lög og annað sem við hlustum á þetta snýst nú voðalega mikið að við erum svolítið tóm og hálf og ómögulega við erum ekki með eitthvað sem fyllir á restina. Það er You complete me og I can't live without you og allt þetta og eins og þessi varpa fram í kvikmyndunum þá á ást að vera einhver ógulega ævintýraferð og mikil ástríða sem við erum oft svolítið að blanda saman við þetta hugtak ást og ástríðu. Og það finnst mér gott að byrja aðeins með væntingastjórnun, hvaða kröfur eða hvaða hugmyndir höfum við þetta. Það er ágætt að byrja þar. Þannig að, og þá að hafa það í huga að það er búið að teikna upp einhverja mynd og hugmyndir sem eru ekki sérstaklega raunverulegar. Það er bara staðreynd. Það er bara svoleiðis. Já, það er alveg satt. Og við ætlum að fjalla hér svolítið í dag elskan, þetta er samskipti. Já. Og þetta er afstæða og samskipti. Akkurat. Og við ætlum að tala þegar komið erfiðleikar í þessu sambandi. Þetta er ekki allt endurlega dans á rósum, annars væri það líklega ekki elska. Nei, og aftur, þú veist, einmitt, hvaða skilgreiningar eru að nota? Hvað þýðir það ef við erum að tala fjölskylduna okkar? Auðvitað bara kemur ýmislegt upp á. Öllum verður misdægurt. Við höfum kosti og galla, við eigum góða daga og slæma. Ég held að allir séu sammála því að mesti vöxturinn í lífinu í gegnum einhverja erfiðleika eða verkefni sem við fáum í fangið. Þannig að það er nú eitt. Maður myndi nú sennilega bara ekki vilja vera án þess að öðru hverju já, við getum sagt að rekast á eða þurfa að staldra við og skoða eitthvað sem verið að segja mér hvað að gerast í samskiptum sem ég þarf kannski aðeins að skoða sjálfur. Það eru vaxtarmöguleikar, það eru möguleikar til að skoða hvað maður getur lært. Þannig að það er fullkomlega eðlilegt að sjálfsögðu að koma upp alls konar atvik. Lífið er þannig og fjölskyldan einmitt vettvangur þar sem að þú æfir þig í því að eiga heilbrigð samskipti.
þannig að þegar þú ert komin út í lífið að þá getur líka verið þar jafnvígur. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé einmitt innan fjölskyldunar svona heilbrigð samskipti í gangi og það byggir á því einmitt að eiga samskipti. Oft er vandinn að það er ekki samskipti, að það er ekki verið að tala um hlutina. Og aftur þarna það er rosalega ólíkt á milli menningarsvæða, landa, bara kynslóða hvernig þetta er. Það er allt önnur menning til dæmis sem að foreldrar mínir eða af og amma bjuggu við hvað þetta varðar heldur en að ég bý við í dag. Samskipt okkar við börnin, hvað er talið rétt og eðlilegt og svo framvegis. Þannig að þetta er stöðugt líka að breytast. En hvað myndir þú segir að segja eðlilegt að við lendum í að það kom upp erfið samskipti hjá okkur en hvað veldur þá erfiðum samskiptum fyrst og fremst? Sko, ég segi það er mjög gagnlegt einmitt ef við stöldrum aðeins við þetta með þetta hugtak að elska og að vera í nánum samböndum að þá það stundum við talað um skilyrðislaus ást. Að það sé svona hin eina rétta ást sé skilyrðislaus ást. Ég segi bara að það er ekki til sem heitir skilyrt ást. Ást er bara skilyrðislaus. Og mér finnst mjög gott að nota orðið kærleikur í staðinn fyrir ást í rauninni. Af því að allavega fyrir mig er upplifunin aðeins öðruvísi. Að þú getur alltaf sýnt fólki kærleika. En ef þú ert með eitthvað ákveðnar hugmyndir hvernig ást á að líta út að þá lendur í vesinni. Ef þú gerir kröfu að það sé alltaf til staðar. En ástæðan fyrir því að við lendum í erfiðum samskiptum eru þetta bara ólík sjónarmið. Við erum öll einstaklingar með mismunandi þarfir og þrár og tilfinningar og svo framvegis. Og ef við tölum ekki saman og reynum að fá sameiginlegan skilning, þá verða árekstrar. Þannig að það er númer 1. Það er að við þurfum að vera opin fyrir því að geta að tala saman. Hafa svona getuna til þess að hlusta og það er stór hluti af samtali, það er að hlusta og eiginlega stærri hluti heldur en að tala. Sem vantar oft upp á. Ég held að allir þekki það að þegar þú ert að tala um eitthvað sem skiptir þig miklu máli og þú skynjar það að sá sem þú ert að tala við er ekki að hlusta. Er annarkvort bara að hunsa þig eða maður sér að hann er stöðugt að draga inn andana því að hann er svo mikið að fara að undirbúa hvað hann er að fara að segja eða hún. Að þá finnur þú bara, það er ekki verið að sýna mér þá virðingu að þessi hlusta á það sem ég er að reyna að segja. Sem að geti þá aukið eitthvað skilning að við getum þá allavega ok, við skiljum hvort annað eða hvort annan eða hvernig sem það er þurfum ekki að vera sammála, við erum allavega með sameiginlegan skilning, reynum að ná því þannig að sé hægt að fara að vinna með málið þannig að ég held að svona ástæða fyrir þessu eru já, það er endalaust af hverju við lendum í erfiðum samskiptum, það eru bara ólík sjónarmið eins og segi, það eru ólíkar þarfir, við eigum bara mismunandi daga og í rauninni, stundum segir fólk sko, já, hann særir mig svo mikið að hún móðgaði mig. Nei, það er rauninni ekki þannig. Þú ákveður það svolítið sjálfur. Ef ég segi eitthvað við þig sem er ekki satt og rétt í þínum huga, þá er það svolítið þitt að ákveða. Ætlar þú að taka það og gera það að þínum tilfinningum og láta þig líða illa við því og segja svo, Valdimar móðgaði mig eða særði mig. Það er svolítið eitthvað sem þú ákveður sjálfur. Þannig að á endanum er allt þetta í sambandi við samskipti þau snúa svolítið bara að okkur sjálfum einmitt, að finna elsku til okkar, að finna heilbrigða sjálfsvirðingu af því að þá erum við miklu færari að meta það síðan í samskiptum hvað er okkar og hvað ekki. Já, og það er kannski líka, sko, mín viðbrögð við því sem þú segir við mig, þau líka byggjast að einhverju sögu okkar samskiptum. Akkurat. Og ég kannski býst í að nú ætlar Valdimar örugglega að segja þetta. Já. Og ég túlka það þá það er einhvern annan hátt, en hvernig kemst maður út úr þessum spíral kannski? Að vænta kannski að alltaf einhverja fara alltaf í söguna og þetta hefur alltaf komið upp aftur og aftur og við búist jafnvel við því. Hvernig vindum maður ofan að þessum? Það rifjast upp fyrir mig núna, einn góður vinur minn sagði einu sinni sko, að það sem ég segi er aldrei það sem ég segi og ég þurfti nú eitthvað nánar útskýring á þessu og þá sagði hann sko, já það sem ég segi er bara það sem þú heyrir. Þannig að í samskiptum ég get sagt eitthvað, þú rennir því í gegnum þína hugsun og þinn raunveruleika og færð eitthvað útkomu. Það er kannski ekki það sama og ég var að meina. Kannski er það sama en kannski ekki. Og til þess að komast að því þá þurfum við að hlusta. Og aftur, ef við erum svo upptekin af því að ég er einmitt búin að ákveða hvað þú ert að fara að segja og hvað þú ert að meina og hvert þú ert að fara með þessu og ég er bara að hlaða upp í einhverja bombur á móti, þá erum við ekki að komast neitt. Þá erum við bara báðir að grafa skurð, hann verður bara dýpri,
það eru meiri særindi, við erum að leyfa þá hvor öðrum að særa hvort annan í staðinn fyrir, og þarna erum við komnir inn á mörk og markaleysi. Af því að við höfum öll ákveðið mörk, við erum bæði með ytri mörk sem er svona bara nálægð, nándin, snerting, þú veist, svæðið mitt, og svo er það þessi innri mörk, þar sem að ég ákveð svolítið hvað ég set inn fyrir inn fyrir eyrun mín, hvað geri ég við það sem sagt er við mig, sem er að gerast hérna, hvernig leyfi ég því að marinerast og verða einhverjum tilfinningum og hvernig bregst ég við því. Og þarna í samskiptum aftur kemur þetta að ef að ég er meðvitaður mig, er hér og nú, og þú ert að segja eitthvað, að þá á ég að geta dregið inn andan og hugsa, ok, er þetta satt sem hann er að segja, eða skil ég hvað hann er að tala Og ef maður, og þetta er kannski svona stóra trikkið í samskiptum, að ef maður talar meira út frá sjálfum sér heldur en þú, að það er rosalegu munur, segjum að við ættum í samskiptum og þú varir að segja eitthvað sem að svona væri bara svolítið aggressíft. Þú myndir segja bara mig einhverja hluti hérna, Valdimar, mér finnst þú bara dónalegur og leiðilegur, að þá er rosalegu munur á því hvort ég segi, heyrðu Stefán, þú ert það nú bara sjálfur, eða hvort ég segi, heyrðu Stefán, ég upplifi bara þegar þú ert að tala við mig að mér líður ekki vel. Ég er ekkert að segja þig, ég er bara að tala út frá mér. Og það er erfitt að bregðast úr því og segja, nei, þér líður ekki vel. Jú, ég er bara að tala út frá mér. Og ég get bara stoppað þar. Þú getur haldið áfram alveg auðsig með fúkgerðum og ég get sagt, já, ég heyri hvað þú segir. Ég finn bara að mér líður alls ekki vel í þessu samtali. Ég ætla að fá að tala við þig síðar. Þetta er að setja mörk. Ég þarf ekki að akta á. Og þá get ég skoðað, er það sem Stefán er að segja, er eitthvað vit í því? Er þetta raunveruleiki? Er ég svona á hinsegin? Þarf ég að skoða það eitthvað? Eða líður honum bara illa? Þá er þetta alfarið þitt. Og þá get ég bara átt ágætis dag og er ekkert að láta það snúa við mínum tilfinningum þó að þú eigir erfiðan. Af því að þegar og sérstaklega auðvitað í nánum samböndum og flest allir þekkja það bitnar, ef við getum sagt að orða það þannig, það bitnar auðvitað mest á þeim sem eru næst okkur. Ef okkur líður illa og við höfum ekki taumhald á því. Þá erum við nú svona yfirleitt helst kannski að láta það svona að detta út innan fjölskyldunar, gagnvart maka, börnum eða einhverjum nánum aðilum. Þannig að við svona særum yfirleitt þá sem að standa okkur næst eða förum í það átt og þar af leiðandi verður meira af tilfinningum. Og þú ert að segja, svo setja sér mörk að bara hreinskilja við sjálfan sig svolítið. Algjörlega. Og koma bara hreint út með sín líðan í rauninni. Og ná að aðskilja sig, sko. Kannski líður bara að Stefán illa í dag, hann er að segja hérna einhverja hluti, ég finn ég er bara ekki sammála þessu. Ég vil að segja þér, ég er ekki sammála þessu Stefán, en ég finn að þetta samtal er ekki að fara neitt, þannig að við skulum bara tala saman seinna. Þú veist, ég get ákveðið það. En ef ég ákveð að fara inn í hringinn með þér og við erum að kasta hérna og kýla á milli, þá erum við bara þar og svo verður það að svona venju. Þannig einmitt leið og eitthvað gerist, þá veit fólk, það eru bara 12 lótur framundan og við erum bara farin í þær og það mun enginn sigur eitthvað og þarna kemur inn í þetta stóra verkefni sem er að sýna virðingu. Það er að koma fram af virðingu. Og þá spyr fólk oft hvað er virðing og ég veit að það var umræðuefnin daginn og er mjög mikilvægt bara að skoða. Og sko, virðing í rauninni sprettur út frá einmitt sjálfsvirðinu þínu. Og sjálfsvirði er orð sem við notum mjög mikið, en það er svolítið áhugavert að skoða það orð, þegar það eru tvö orð, það er sjálf og virði. Það er sem sagt verðmæti byggt á sjálfinu því hver ég er. Það er hversu mikið sem virði mér finnst ég sjálfur vera. Og ef að það er í lagi, að þá finn ég minna fyrir því þegar eitthvað svona er í gangi. Þegar ég bara, ok, þú veist, ég til að skoða þetta, ég get brugðist við, ég get staldrað við og andað og svarað bara heilbrigðan hátt og í jafnvægi, en ef það er ekki alveg í lagi, ef að mér finnst ég kannski ekki alveg nóg sjálfur, þá er ég svona útsettari fyrir særindum og ég verða svona hefna mín og svara tilbaka og svo framvegis. Þannig að þetta byrjar og endar allt hjá okkur sjálf í rauninni. Góða punktur. Þetta er fjallar að elska sjálfan sig svolítið. Akkurat, byggja sig algjörlega. Upp sjálfan. En þú talar sjálfsvirði, hvaða áhrif hefur það þá á samskipti? Já, bara eins og ég segi, það er akkurat þetta og ég held að ef við hugsum út í það sko, þú veist, við þekkjum mörg að vera á vinnustöðum eða eitthvað staðar í hópi, vinahópi eða eitthvað og það er ekkert óalgengt, við sjáum þetta á kommentakerfum og víðar að það er verið að tala illa aðra.
það hefur verið svona pikk út einhvern og hann nú svona hins og meiri bjáninn þessi og hinn og eitthvað svona. Þetta rauninni allt birtingarmynd þess að ég ekki alveg nóg sko, sjálfsvirði mitt ekki alveg í lagi, þannig ég rauninni að svona reyna að láta mér líða betur með því að finna eitthvað að öðrum. Það auðvitað aldrei gott veganesti í samskipti og þetta auðvitað kemur síðan inn í samskipti eins og ég var að lýsa á, þannig að þarna hefur sjálfsvirðið alveg gríðarlega áhrif, hvernig við bregðumst við, hvaða þörf við höfum til þess að gera lítið úr náunganum eða reyna svona að draga niður, finna veikleika og í nánu samböndum náttúrulega þetta algjört eitur þegar við tölum niður til maka okkar, komum illa fram við hann, sýnum honum vanvirðingu. Það auðvitað óþægilegt og getur auðvitað verið mjög særandi og þá þarf hinn aðilinn að ákveða það hvað ætlar hann að gera við það. Og þarna aftur þetta með mörkin að auðvitað getur okkur hætt til þess að segja eða koma þannig fram að það svona beri með sér vanvirðingu en ef okkur sett mörk og sagt heyrðu fyrirgefðu ég kæri mig ekki að þessi tala svona við mig, ég finn bara að þetta mjög óþægilegt. Þá getur maður nú ekki annað en staldra við og hugsa heyrðu ok, hvað það sem ég að gera hérna, þú veist, ég þarf eitthvað að skoða þetta. Þannig að það gott að fá mörk, þó að geti verið óþægilegt í augnablikinu. Þá getur það verið mjög mikilvægt til þess að vaxa og þroskast. En setjum sem svo að ég þyrfti nú að segja við að þú væri dónalegur. Já, það alveg sérstaklega þörf til þess. Sérstaklega þörf fyrir þess að hvernig væri þá gott fyrir mig og ég væri með gott sjálfsvirði að koma þeim skilaboðum með framfæri, að tala um neikvæða hluti sem þörfir á. Sko, það að taka á einhverju eitthvað slíkt. Einmitt. Það alveg rosalega munur á því sko, hvernig maður segir hlutina, hvað sagt og hvernig það sagt. Það alls konar auðvitað svona tækni og trikk í þessu sem hægt að beita en sko, það sem mjög gott að spyrja spurninga. Þú getur sagt, ég tók eftir því þarna Valdimar að þegar þetta átti sér stað, þá brástu svona við eða sagði þetta, hvað finnst þér um það? Þá ertu að spurja mig út í mína eigin hegðun. Ég þarf þá að svara þér. Og þannig getur þú svona unnið samtalið áfram, sko, þannig að þú ert ekki í rauninni að segja, heyrðu, mér finnst þú vera svona, af því að þá eiginlega alveg öruggt að ég að fara að dundra tilbaka, sko, þú veist, að þá okkur svo eðlislegt að verja okkur og svo reyna að koma á móti sko. Þannig að það ein leið, það er að hugsa vel hvernig sko get ég nálgast þetta á eins að ég sé að tala endilega bara út frá mér. Ég er bara að lýsa hérna einhverjum raunveruleika sem að þú veist bara kom berlega í ljós. Hvað finnst þér um það? Og þá fær viðkomandi kannski smá svigrúm til að hugsa já, mér finnst þetta bara rétt, þú veist, mér fannst ég ekki dónalegur og þú veist, hann átti þetta bara skilið og eitthvað svona og þá getur auðvitað sagt já, aftur, ég finn bara í þessum aðstæðum þá leið mér ekki vel, mér finnst óþægilegt. Ekkert meira en það, þú getur bara stoppað þar, þá sit ég eftir með þetta, ég þarf að skoða þetta, byrju, hvað er Stefán að meina? Honum leið illa, ok, hann ekki tala það sem ég var að tala við, ekki einu sinni, þú veist. Þá það nú svona mannlegt að hugsa aðeins, eitthvað til í þessu. En við þurfum oft svolítið svona svigrúm til þess. Þannig að sko, þú þyrftir þá að gefa mér aðeins svigrúm til þess að skoða þetta. Því að ef þú kæmir svona bara beint á mig og ég bregst illa við, þá mjög líklegt ég hafi ekki getuna til að skoða það. Nema bara svona aðeins að ég fá að anda, smá rými og skoða það. Það er rauninni að segja að taka samtalið á þetta, fara með rólegum hætti og jafnréttiskunni og ekki setja sig á háan hest. Já, algjörlega, það er stóri munurinn og þú veist, ef við tökum ekki samtalið og þetta auðvitað svona kjarni erfiðleika í samböndum, nánum samböndum og samskiptum, það er þessi meðvirka hegðun, það sem við í rauninni bregðumst ekki við, þar segja við látum einhverja hegðun viðgangast, það er svona fíllinn í stofunni, það talar enginn hérna að þessi bara dónalegur og jafnvel organdi eða ofbeldisfullur eða eitthvað og það ekkert rætt og það auðvitað bindur fólk alveg svakalega, það er ofsalegt ófrelsi og mikil vanlíðan og þróast út frá því allskinn svona hlutverk þar sem fólk að tipla á tánum og einhvern veginn að reyna að svona aðlaga sig að þessum einstakling sem mætti segja þá að ég vil bara vandamál að stríða sig, ég vil bara að lasinn eða eitthvað þess að þar og það mjög óþægilegt, það mikilvægt að tjá sig.
Það getur auðvitað í sumum tilvikum stundum fólk hreinlega lasið á við bara geðræn vandamál að stríða, andlega veikt eða annað og hreinlega ræður ekki við hegðun sína. Að þá mikilvægt að eiga samt samtal þá við eitthvað sem að þú ert að fá aðeins sko að svona hleypa því út hvað þú ert að upplifa og hvað að gerast. Og á því byggja mjög mörg til dæmis svona 12 spora samtök sem eru til sem snúa að einmitt því að fólk getur svona átt sæmilega gott og frjálst líf þó að það búi með veikum einstaklinga. Og þá þetta komið yfir í að sleppa tökum, einmitt að ná að skilja sig frá, þú veist að ef einhver á við vandamál að stríða þá það hans, það ekki mitt og ég ætla ekki að gera það að mínu, ég ætla ekki að leyfa honum að gera það að mínu. Og ég get átt bara góðan dag og þessi ömurlegan dag skilurðu og alls konar svona verkfæri sem að fólk fær. Já, þá aftur við að tala, við erum aftur komið í sjálfsvirði. Já. Að skapa til mörkin. Algjörlega. Að taka þetta ekki inn á sig. Nei og það kannski við komum aftur að byrjuninni. Sko, þegar við erum að tala um parsambönd til dæmis og þá mjög algengt að fólk einmitt það svolítið háð sambandinu, það að segja að það gerir kröfu á makann að sko til þess að ég sé hamingjusamur þá þurfum við að vera hamingjusöm. Þannig að þá ég að segja að í rauninni maki minn þarf að gera mig hamingjusaman. Þá ég að varpa ábyrgðin á hann, þannig að það eins gott að hann standi sig sko. Og þá ég líka að segja í leiðinni að ég einn með sjálfum mér ekki nóg. Þú veist, ég bara hálfur maður eins og ástarlögin öll hljóma meira munum, að ég bara ekkert án þín. Það rosalega óþægileg stað, þá ég bara að segja ég háður þér. Ég bara algjörlega háður þér, get ekki án þín verið og þá ertu einmitt orðin, þá hefur þessi aðili orðið verulega áhrif á þína líðan. Og honum líður vel og allt æðislegt, þá áttu kannski meira möguleika að líða vel og hún líður illa, þá líður þér illa. Og þá þetta komið út í svona vítahring sem orðið mjög slæmur og þá kemur aftur að þessari svona væntingastjórnum, hvaða kröfur gerum við, af því að þá erum við kannski að gera þessa kröfu að makinn okkar sé alltaf bara fellega feskur og líti einhvern veginn út eða sé svona hinsegin einhverja svona fantasíur sem að kannski hófist í upphafi sambands eða hvaða nú eða koma annar staðar frá. Og það eru bara mjög óeðlilega kröfur og ekki hægt að standa undir þeim og þá verður þessi eins og segið, svona væntingar til sambandsins og hvað ást hún orðin mjög bjöguð af því þetta ekki ást. Þetta orðin bara stjórnsemi og afskiptasemi og skortur og sjálfsvirði og alls konar aðrir hlutir en ekki ást. Þetta svolítið það að við viljum öll eignast fullkomið maka en að vera fullkomið maki. Já, allir maki vilja það ekki líka. En aðalatriðið bara, og þetta í þessu fólki svo mikill lykill. Allir sem að koma og maður hefur hitt svo marga í gegnum tíðina sem að vinna í gegnum erfiðleika, líður ekki vel, að takast á við meðal annars erfið samskipti eða hvaðan það þá það í rauninni góðu fréttirnar þær að þetta snýst svo mikið hvað þú gerir fyrir þig. Af því ef þú ætlar að bíða alltaf eftir því að einhver annar geri eitthvað svo þér fara að líða vel, þá ertu bara í tómu vesenni. Af því að við breytum ekki öðrum, það ekkert víst að þessi annar muni nokkuð tímann gera neitt, við vitum ekkert það, en þú hefur alveg fullt valdi við því að fara að vinna í þér. Og það að fara að snúa sér af því að bara hvernig sýni ég mér kærleika? Hvað langar mig? Hvaða drauma hef ég? Hvaða sköpunarþörf hef ég sem ég hef ekki verið? Þú veist, mér hefur kannski alltaf langað að syngja eða mála eða gera. Þetta hluti af ástinni í lífinu. Það er að svona nota gjafirnar sínar. Að vera ekki bundin niður. Ég heyrði einu svona mjög góða skilgreiningu á ást. Mér fannst þú svolítið skemmtilega. Hún pirrar marga sko. Því hún mjög ómeðvirk og virkar svona svolítið svona hörð, en það var þetta það að vakna upp og líta á maka sinn og segja sko ég vel að vera með þér í dag vitandi að ég þarf þess ekki. Það svona, þú veist, það einmitt svona skilyrðislaust, þú veist, að vera í sambandi sem að ég vel þessa mannesku, mér langar að vera í sambandi með henni en ég ekki háður því, þú veist, þannig að ef hún eða hann fer eða þú veist, þá lifi ég alveg af, sko. Þetta er alveg búin að taka rómantíkin úr sambandinu. Já, þarna finnst mörgum bara, wow, býtu, hvað með ástríðuna og þá erum við bara komið í svona fræði sem heita bara love addiction, love avoidance, sko, þú veist, það bara allt önnur ella. Og þannig tengist elskan viljanum, sem náttúrulega annar
akkurat, hluti já, að vilja. sjálfstæður vilji, þú tekur þessa ákvörðun en þú átt ekki að vera bundinn, þú átt að vera frjáls. Auðvitað eru ákveðnar skuldbindingar sem fylgja því að vera í sambandi og enn og aftur, þarna eru bara menningarsamfélög alveg rosalega ólík og ég tók sérstaklega eftir því fyrir 2 ár síðan, þá var ég svolítið umgangast einmitt útlendinga, mikið Ameríkana og það vakti eftirtekt hjá mér sko hvað voru margir að tala um, bæði var sko segjum, ungt fólk í kringu 30 að tala um sko já við erum búin að vera saman í 5, 6, 7 ár en ekkert farin að hugsa um að búa saman og maður hugsaði býtu við á Íslandi þetta lögulega sko bara upp úr 18 sko þá vorum við bara flutt inn og barn á leiðinni nánast, þetta hefur þetta aðeins breyst en og aftur svo mikið af fullorðnu fólki sem ég var að hitta sem að voru að tala um sko já ég bý í þessu fylki og hún býr í þessu byggi ekki einu sinni sko sama svæðinu og svo bara já mikið að ferðast vinna eitthvað svo hittustu þarna stundum erum kannski mánuð hér ekkert næsta mánuðinn bara sikkoru og þá hugsa maður vá fyrir marga er þetta eitthvað svona ómöguleik af því að það vantar ástríðuna og rómantíkina og svona nei þetta er bara skilgreiningaratriði það er bara hvernig þú sér þetta og oft á bakvið þetta með þessa ástríðu þessa rómantík sem við erum að tala um er svo mikill ótti það er ótti við að einhver fari frá mér það er ótti við að einhver hafni mér það er ótti við að eitthvað komi fyrir og þá förum við að reyna að halda í þú veist, ég ætla að passa það að maki minn sé nú örugglega ekkert að flögra of mikið af því að þú veist, það geti þýtt á einhverjum tímapunkti að ég verði fyrir einhvers konar höfnun. Aftur, það er algjörlega mín ákvörðun. En hver eru svona, við komum aftur að samskiptunum og þessu, hver eru þá svona lykilatriðin að bættum samskiptum? Myndirðu segja? Sko, ég myndi alltaf segja að lykillinn að bættum samskiptum og bara bættu lífi sé svona þessi, sko, einhver stað segir, hvernig var það aftur, sá er meiri sem að sigra sjálfa sig heldur sá sem sigra borgir, eitthvað svo leiðis, það er eitthvað á þá leið. Hvort það voru orðskviðirnir, og það er svo mikið til í þessu að það er oft erfiðast að vinna með sjálfa sig. Við erum með í farteskinu uppeldi, alls konar samsettan raunveruleika úr raunveruleikum annara. Mjög margir þegar maður spyrir það fullorðið fólk sko, hver ert þú? Að þá svona opnast bara augun og fólk upplifir byrju, ég veit það ekki. Ég er bara búinn að vera viðbragð við alls konar og eitthvað og ég er kannski ekki búinn að staldra við og hugsa mig bara hver er ég, hvað vil ég og allt þetta. Þannig að ég myndi segja að lykillinn sé alltaf þetta að byrja að skoða sjálfa sig, að gá hvort að maður geti tekið einhverju svona vaxtakippi, fara í gegnum svona sjálfsræktarprógram hver sem þau eru, það byggir nú yfirleitt á einhvers konar samskiptatækni sem þú þarft þá að fara að þróa og æfa því og verða bara betri í samskiptum, betri í því að geta fyrsta lagi talað um hlutina og öðru lagi gert það þannig að það sé ekki endilega að búa til einhverja tóma sprengjur. Og það er rosalega hvíld í því einmitt, að geta átt í samskiptum, geta jafnvel farið inn í samtöl eða aðstæður sem þú veist fyrirfram að munu verða erfiðar, en halda samt ró og jafnvægi og koma með það inn í samskiptin og geta þannig svona einhvern veginn verið alveg með mörkin sín í lagi. Það er rauninni á endanum besta staðan. Já, sko, aðstæður okkar eru svolítið misjafnar í samskiptum. Maður er á vinnustað, maður er í frístundum, maður er heima hjá sér og samskiptu við stórfjölskyldu og fleira. Akkurat. Maður getur verið góður á einum stað en jafnvel lélegur öðrum eða ekki, eftir við hvað maður á við. Nei, ég myndi nú segja frekar sko, ef maður er í erfiðleikum með samskipti, að þá birtist það bara það sem reynir á það. En þú getur hins vegar alveg verið að upplifa það að kannski á vinnustaðnum þínu reynir ekkert mikið á þig, en það reynir meira á þig heima eða öfugt. Maður hefur líka alveg séð það og aftur ef við tölum um svona þessi fræði sem snúa meðvirkri hegðun og annað, að þá hefur maður alveg séð það að sumir sem upplifa sig kannski svona undirgefna, undarlátssama heima fyrir er að upplifa þetta ójafnvægi, það er komið illa fram við þá og þeim finnst þeim ekki hafa rödd sko, en koma svo kannski á vinnustaðinn og þar taka þeir einhvern alveg fyrir og láta svoleiðis heyra það sko.
Þannig að það var svona verið að yfirfæra í rauninni í staðin fyrir að taka ábyrgð á tilfinningunum á einum stað og þá er ekkert gert þar og bara þögnin eða hvað það nú er. En síðan er fengin útrás annar staðar gagnvart einhverjum sem á ekki hluta máli jafnvel. Þannig að nei, ég held að fólk sé annarkvort bara orðið þjálfað í samskiptum eða ekki og þetta er bara eins og allt annað, þetta er bara æfing. Og það að fara innan fólk, hitta fólk, tala við fólk, njóta þess, líta á það sem verkefni þegar einhver er algjörlega ósammálaður. Bara, ok, hvað er verið að segja hérna? Hætt að taka það allt alveg inn og inn í tilfinninguna og bara, vá, áhugavert. Ég ætla að skoða þetta, ég ætla að prófa að vera alveg rólegur í þessum aðstæðum. Ég ætla bara að prófa, hvað, já, heyrðu, flottu punktur, ég ætla að fá að hugsa þetta. Ég ætla ekki að svara þig núna, bara æfum okkur í nýjum viðbrögðum. Þá verður oft svona ákveðin léttir, þú ert allt í einu orðinn frjálsari. Þú getur einmitt farið inn í aðstæður sem að, eins og ég sagði þú veist jafnvel að verði erfiðir. En þú getur verið svona meira í rónni af því að þú þarft ekki að bregðast við öllu strax, þarft þess ekki. Þá þarft að þekkja þig. Það er ein spurning, kannski svona rétt í lokin, Já. sem ég held að brenni á öllum sem horfa á hérna, á okkur. Hvenær er maður góður í samskiptum? Ég veit það ekki. ég veit Maður getur alltaf bætt sig. Já. Jú, ég held að algjörlega, auðvitað er þetta rosalega misjafnt hvað aðstæðan fólk er í, eins og þú segir. Ég meina við stundum búum við bara þannig aðstæður einmitt, það geta verið einstaklingar inn á heimilunum okkar sem eru bara gríðarlega erfiðir í samskiptum og mun alltaf reyna á og svo framvegis en með því að þjálfa þetta, með því að hitta fólk, með því að tala, með því að leita sér upplýsinga, það eru til bækur og eins og segja, það eru hópar og samtök og alls konar. Það sem þú ert að þjálfa því í svona heilbrigðum samskiptum sem enn og aftur byggja nú bara á ákveðnum einföldum grunni. Og það er að tjá sig, það er heiðarleiki og það er virðing. Ef ég tala við þig, ég er heiðarlegur við þig en ég sýni þig virðingu, þá get ég eiginlega ekkert komið öðru sér út úr samskiptunum heldur en að mér líður bara bærilega. Sama hvernig þau fara. Ég bara, þú veist, ég sýni þér virðingu, ég kem vel fram við þig og af því spurningin kannski upphafi var hægt að elska alla, þú getur sýnt öllum kærleika. Þú getur það. Og þarna þess vegna sagði ég að svo gott að nota það orð kannski frekar en ást, af því að þegar við hugsaum getur við elskað alla, þá fer fólk að blanda saman býta ást. Já, ef þetta er gagnvart konunni minni, sko, þá ef það er ekki ástríð og allt í gangi, þá nei, en gætur við sýnt inn í kærleika? Já, sennilega, ef við erum bara að þjálfa okkur í því. Þannig að þarna koma nú aftur bara gömlu góðu grunngildi og lögmál í rauninni trúarinnar, þau virka bara. Að kærleikurinn, hann bara virkar. Það er voðalega erfitt einhvern veginn að berjast við hann. Þannig að ef við þjálfum okkur í því, þá það væri ekki annar en að bara reyna að sýna öðrum kærleika, að hugsa í aðstæðum þar sem okkur líður eins og að sé verið að ráðast á okkur eða nú sé að koma samskipti sem verða eins og alla hina dagana, að hugsa ok, hvað væri svona kærleiksríkt viðbragð? Getum bara að byrja á því. Bara já, veistu elska mín, ég heyri hvað þú segir. Ég finn að þið líður ekki vel. Bara mæta fólki með opnum örmum. Í staðan fyrir að taka þetta inn sem einhverja persónulega árás og allt þar fram eftir göttunum bara já, þá ég bara heyri hvað þú segir. Ekki lítur þetta að vera óþægilegt. Já, ég held að þetta sé bara mjög fín lokaorð hjá okkur, jú. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Valdimar, mjög áhugavert og við fórum djúpt ofan í elskuna held ég á alla kanta og samskiptin. Það ekki, þá þetta verið eitthvað svona, erum við ekki í kjötinu? Jú. Ekki bara mjölkinni, sko. Nei, nákvæmlega. En þannig að næsta miðvikudag, 17. mars, þá höldum við áfram og það er síðast erindið í þessari þriggja, já, þannig að þá er það Bjarni Karlsson, prestur og sálgæti sem verður með okkur og mun fjalla hvernig væntumþykja getur að stjórnsemi og hvað eru styðjandi samskipti. Og við hvetjum alla til þess að vera með okkur þá aftur. En takk fyrir í dag.